Velkomin í True Crime stúdíóð og gott shoutout að stelpunir í True Crime að lána mér stúdíóð. Við erum með Pálínu og Orra, mæðgin sem að, keppa og gera allt saman í YouTube. En Pálína, við hvað vinnur og hvað áttu mörg börn? Herra, ég starfa í Byggt og búið í Kringlunni og ég á 3 börn. Og náttúrulega Orra, sem er litla barnið mitt. Og svo á ég einn sem er að vera 20 og eina dóttur sem er að vera 24 ára á þessu ári. Það er ekki talað Orri svo eini sem er fyrir YouTube. Já. Ég er eini sem ekki veiming. Já, en nú eru þið að æfa, ekki saman, þið æfa á sama stað og keppið mikið. Hvernig byrjaðir þú og hvað byrjaðir í glímu? Ég byrjaði í VFBC og í apríl eru komin 2 ár síðan ég byrjaði. Og Orri var náttúrulega að byrja að æfa hjá honum Eið og þá horfði ég oft á hann á æfingum og hann var að æfa á sama tíma og fullorðna fólki. Þannig að ég náði aðeins að færa augun yfir á gólfið þess að fullorðna fólki var að æfa. Mér fannst þetta fínu skrítin íþrótt, ég ætla bara að viðurkenna það. En smátt og smátt þá fór mér að finnast þetta pínu kúl. Og svo kom náttúrulega pressa frá Orra að ég myndi byrja að æfa, svo ég myndi skilja þegar hann var að keppa hvað var að gerast. Þú veist einu mömmur sem var öskrandi á keppnum. Já, og öskraði bara einhverja tófa í dellu. Þannig að ég ákvað bara einn morguninn að byrja. Já. Svo var ekkert aftur snöður. Svo vorum við einu spurningu frá Orra og mér. Hvernig höndlar meiðsli sem koma reglulega? Af því að ég er búin að æfa mikið með en þú veist alltaf í klessu. Alltaf. Sko ég hunsaði bara. Já. Og eins og við fólki gerum, eldra fólki, Já. það er meiðslan okkar. En hvernig var fyrir því að horfa Orra fyrir að keppa í þessu fyrst? Mér fannst það, svona blanda. Mér fannst það pínu erfitt að ég skildi ekki íþróttina og ég var ekki með fullt traust á dómarunum að þeir myndi stampa og ég hef aldrei upplifað sjálf að vera í einhverju tjóki eða vera í einhverju þannig stöðu, þannig að mér fannst þetta meira skeri en þetta er og en hindaður fannst mér pínu gott að vera að fá svona mikið sjálfstraust. Já. Þannig að það var svona blanda. Fyrst. En núna? Núna fyrst mér þetta bara kekja. Mest að ég mitt máli eftir þegar það var svæður í fyrra. Já. Það var mér var það mjög fyndið. Já, það var 2 árum. Já, en tegur sig, Eiður mitt senda öll að taka því gílútin. Já. Þannig að má ég að það. Hvað er það sem heldur þér í VFBC? Ég? Já, þig. Fólkið. Það er bara, íþróttin er íþróttin en fólkið er bara, þetta er bara fjölskylda. Þetta er bara, það er alveg bara eina orðið sem ég hef yfir þetta. Þetta er bara góðir vinir og orðin bara svo, fjölskyldamanns. Já, nákvæmlega. Orri, hvenær byrjaði þú í YouTube og okkur? Ég byrjaði apríl 2003 minn og ég byrjaði vegna þess að Úlfars hann ætlaði að byrja með maður en svo ákvað hann að fyrir YouTube og hann svona dróð mig með ég var alltaf að kirkja mig í skóla og mér langaði að prófa það líka. Já, að kekkjóla. Já. Hvernig gengur það? Mér gengur illa það alveg. Já, mér gengur illa núna en það var svona 10 til sem voru svona kirkjur annað. Já, nákvæmlega. Hann var búin að æfa í bara 2 ár. Það verður 3 ár núna í apríl. Jú, verður 3 ár. Já. Ok. Hver eru svona þínu helstu æfingafélagar í VFBC? Það er náttúrulega þú, fullorðsæfingum, svo er það bara Úlfar og Elma. Það er svona svipuð hæð og þyngd. Elman er þetta mikið léttar en ég. Já, nákvæmlega. En, Úlfar er næst mjög þyngd. Já. Hver er þinn helsti andstæðingur í Íslandi? Eitthvað sem þú vilt smassa? Ég glími ofta með Úlfari. En hann er ekkert eins og andstæðin við myndi bara ekki flegar. Andrés Harpas er svolítið svona, hann er svolítið survival,
þótt að ég held sko að ég betur ná. Hann samt búinn að vinna mér nokkuð oft. Svo ég svolítið pirraður þennan Bergþór sem arbar hann á ungmennamótinu. Ég fekk hann stúandi. Það ekki múnandi að gera það. Ok, það báða, það finna að taka næst. Pálina mælur með að konur æfi jitsu. Já, Svo hverju. af því að þetta sko bæði styrkismaður líkamlega og þetta svo mikið svona sjálfstraust svona bara uppbygging. Þetta alveg, maður öðlar svo mikið sjálfstraust og maður svona, og svo ég alveg kona sem hefur þekki alveg mín mörk að ég hélt að var ekkert að bæta einhverju við þar, en það var ramm. Og eftir að byrja í jitsu þá finn ég bara svona mín mörk annara, við erum miklu skýrari og maður labba bara eftir fyrstu æfingu í jitsu og ég kunni ekkert og ég var bara undir og að búið að fá arbara mig og fótalasa mig og tóka mig, en samt labba ég inn í nettó bara eins og ég væri 300 kíló að massa og enginn átti róðið mig. Þannig leið mér sko. Var þetta fyrsta hauguna? Eftir fyrsta æfinguna. Þannig að, og ég, já, mann var eftir henni með að pakka svo saman. En en þetta rosalega góð íþrótt upp og það að gera og sérstaklega finnst mér fyrir konur. Auðvitað alla, en já, við verðum oft svona, já, eigum aðeins erfara með að pressa okkar út og þetta skilur sér í vinnu, þetta skilur sér alls staðar í lífinu. Já. Ég sé eins og með Laufu, hún þroskaðist mikið við þá að vera í glíma og opnaði þessi þvílinn. Og það bæði börnin og eldri góður í þetta. Akkurát. Þetta var búin að keppa. Já, eða svona ég reyni. Já, það að keppa mikið. Sko, ég búin að keppa 2 í Dublin og London og svo tók ég það líka á Athletic Open. Já. Varstu hvað tókst margar glímur í Írlandi 2005? Ég tók 8 glímur. Já. 8 glímur. Það eins og síðast núna í Írlandi, það var eins og glóðuraugað sem þú fékkst þar. Já. Já, vídeo, ég reyndar að þarf að finna það aftur. Þegar ég var með að segja að það ramma eitthvað og þú kemur með buttan. Það alltaf leið, það engin þrýstingur. Það veist, það bæði heilur þrýsting á þessu. Já. Ég var svolítið skölluð þarna í fyrstu glímunum minni núna, síðust helgi. En tók að einhvern veginn 7 glímur viðbót. Ég man ekki eftir þeim, en Það til vídeo. Það víst til vídeo. En já, ég var svolítið að spjalla bara. Já. Á gólfinu. Ég misti svolítið þetta, ég var upptekinn. En vann þú 4 glímur? Já, það meira þetta margir. Já. Orri, breytir einhverju fyrir keppni þegar þú fyrir að keppa? Eða það bara æfingarnar að erfiðar hjá okkur? Það byrjum svona tímabil, mann hvernig það fer, en það svona 2 vikur eða eitthvað sem þú sé glímum hart. Já. Sem svo ég náður hún til í Evrópusambandi, þá voru alveg nokkra vikur prógram. Já. Þá voru 2 vikur eitthvað léttur, svo var 3. vikan ógeðslega erfið. Já. Svo var næsta eitthvað svona smá erfið og það var svona skipt samvitið því. En ég náttúrulega ungur og hef mikið svona recovery tíma. Ég vil oftast glíma svolítið hart, svona viku, eftir allir vikuna það. Mót. En svona daginn fyrir sá kannski öllsuleg, en ég slepp aldrei með daginn. Ég aldrei svona eins og gömfúti. Nei, ég að taka vikuna fyrir og kula á þig. Það var bara mitt recovery. En hvernig gekk fyrir Róm? Við gekk bara mjög illa í Róm. Já. Það var alveg svona fínt svona uppbytun, svona í húsinu okkar. Ég passaði matræðið mitt og svona að sofa. Var alveg tilbúin í þetta, svona, ég ekki oft tilbúin fyrir móti, svona á móti mér sorgu. En þá var ég tilbúin, ég beint svona, ég tók fyrstu og ég tapaði henni. Tapaði fyrstu glímunni. Já, ég bara skeiði á mig.
Það gerist. Ég man að þegar við vorum rúmar, við vorum eiginlega bara að geta kjöt og pítsur og nót. Þetta var mjög skemmtileg bært. Ég skemmti mér þannig mjög konunglega með þetta. Og Þetta var mjög fínt. já, en þú, gerir þú eitthvað öðru sem fyrir keppnir? Ég reyna að glíma aðeins svona að því ég á til að vera bara svolítið svona næs, held ég. Og þannig ég reyni að velja mér glímfélaga sem geta glímt, eru tilbúnir til þess að glíma aðeins harðar. Að því ég þarf að koma mér í svona smá þannig gýr, að því ég ekki svona kannski mjög, hvað ég segja, ég þarf að setja mig í svona ákveðni. Ég reiðist aldrei þannig ég þarf að setja hausinn svolítið á réttan stað. Já, ég þekki það hjá þér, þú ert aldrei eitthvað all power in reið. Nei, þannig ég þarf svolítið að glíma svolítið að meiri hörku svona viku, 2 vikum fyrir mót. Já. Bara til þess að svona minna mig á hvað ég er að fara að gera. Já, nákvæmlega, og hvaða dag áttu við ykkur? Ég er búin að æfa óvinnu lítið síðan í mánaðamótin nóvember, desember út af vinnu og svo meiðsla. En fyrir þann tíma þá var ég að æfa 2 á dag. Já. Og líkið með það? Ég bara frá því að þegar Eiður hefur haft morgunæfingar, þá mætti ég alltaf á morgunæfingar með Kolku og einhverjum fleirum. Og svo reyni ég að mæta alltaf, ég endar alltaf vinnandi 6:30, þannig ég kem alltaf hlaupandi inn á æfingar. Eins og ninja, maður segir það. Já. En ég reyni að taka alla kvöldæfingar líka, restina af þeim. Hvað myndir þú vilja æfa meira? Já. Hvað myndir þú vilja æfa 8 viku? Sko ég myndi kannski ekki vilja æfa oftar viku, en ég væri til í að kvöldæfingarna væri haldið maður lengur. Já, takk að þú hefur verið svolítið að taka byrjunarnámskeið með daga þá Já. á kvöldið. Þá færðu náttúrulega aðeins lengra tíma. Já, að það er enda misjafnt. Ég aðstoðarþjálfari á byrjunarnámskeiðunum með Daða og þannig að ég er með honum í að sýna tæknina. En og ef það er stök kona á byrjunarnámskeiðinu, að þá er ég að rúlla með henni. Þannig að, jú, það maður fær alveg þetta fullt út úr því. Já, maður er ennþá að læra að námskeiðunum að staða. Maður er það, ég finn einmitt svo því að ég var að þjálfa með Eið með kröppunum. Maður læri mikið að því að vera, í byrjundum. Já, alveg helling, sko. Já, en þú voru minn, þú er búin að keppa svolítið mikið. Já. Það er búin að keppa mikið. Lærðu að telja það? Veistu bara marga, veistu hvað smúðkampið segir? Ég ætla hann 8 blaðsjur svona kamp. Já, hann var 56 sigrar, 34 söp, 8 gull, 4 silfur og 5 brons. Já. Já, ég var búin að kempa svolítið mikið. Samt bara nýlega fara að standa mig eins og vel og ég vill. Já. Já, ég fór alveg 2 blaðsjur eitthvað sem bara 2. Já, ég er með fyrsta blaðsjur mín bara tapið mitt. Ég held að það er ekki bara eðlilegt að maður tapir bara fyrst, þú ert að koma í einhvern aðstæði sem maður þekkir ekki. Já. Svo er það líka bara maður þarf að læra að keppa. Það er svolítið mikið málið. Þess að ég ræddir í dag að maður parfa að læra að keppa þegar maður fer inn í aðstæði sem maður þekkir ekki. Það er allir áhorfnir, allir að öskra. Þetta er svo svipað þessu í Írlandi fyrra, þá var ég bara að sinna laufu og svo bara beint í keppi. Þannig ég fekk ekki neina viðbútið neitt þess að fara að keppa. Sem þau eiginlega. Ekki neitt. Herðu, Gellu glíma, hvaðan kom það og hverju stofnuðu þetta? Sko, Daði er búinn að vera með Gellu glíma. Ég veit ekki alveg, ég get að viðurkenna það, ég veit ekki alveg hver nákvæmlega stofnaði Gellu glímuna upphaflega því það er búið að vera til lengi. Já. Fyrir minn tíma. Og Daði er með stelpuæfingar á sunnudögum og það er búið að vera í einhver ár og og það hefur verið kallað Gellu glíma í einhver ár. En svona man ekki nákvæmlega bönnar, kannski þetta í ár síðan. Nei. Einhvern tímann í fyrra að þá vorum við stelpurnar eitthvað að tala að mér langaði svo að stelpurnar væri sýnilegri. Já. Þegar ég fór því ég hef eftir box fyrir mörgum ára síðan og ég hef aðri fyrir gífuna fjallahjól og mér fannst alltaf konur svo lítið sýnilegar. Ef þú fórst inn á einhver félög, Instagram og Facebook, þá sérðu mest kallana.
þetta eru flott náttúrulega flotta síður og allt það en maður sá svo lítið af konum Já. og þá það er svona hindrandi og kannski ein kona langar að prófa ykkur íþrótt og svo ferðin og síðu þú sér bara kalla hvort að boxa eða glímu eða eitthvað þannig að mig langaði að konur eru sýnilegri í þessu sporti og þá fórum við af stað með Instagram síðuna Já. og ég er nú tækniheft en ég er að reyna við testa að posta þarna inn og gera eitthvað vídeo og svona en já það er eiginlega svona bara það sé svolítið sýnilegt að konur stunda þetta sport líka og ég bara elska þegar konur koma nýjar inn og við stækkum kvennastarfið. Algjörlega. Það er líka hefur bæst mikið á konum minn sem þú byrjar. Já, helling. Við erum voru allt, já. Þannig að við fórum allan að, hvað vorum að, 5 eða 6 sem fóru út, 4, 5. Já. Það var mjög skemmtilegt að sjá hvað þið stóð okkur vel í flokku. Það var alveg, það var bara smoking. Já, þetta var æð. Mér finnst líka bara svo gaman að það voru alltaf Kolka og Þórhanna og Veronika sem hafa verið aðeins lengur. Já. Og en svo bara líka þessar nýju eins og Helga og Kolbrún og bara bara til í að keppa. Já. Það er svona helsta ástæðan fyrir að ég fór að keppa. Ég er náttúrulega 43 ára og ég er ekkert að stefna atvinnumanninn en mér langar svo að finna hvernig það væri að keppa svo ég geti hvatt aðrar til þess að keppa. Já, sína fordæmi. Sína pínu fordæmi og líka vita hvernig það væri að þegar mér varst svo astnalegt að ég myndi íta á ungu stelpurnar og ég hafði ekki hugmynd hvernig það væri að keppa. Já, nákvæmlega. Og já, og bara mér finnst svo gaman að sjá að stelpurnar eða konurnar sé að svolítið steppa upp í þessu, taka þátt og keppa og vera sýnilegar og mest bara svo geggjast. Það er búið að stækka mikið eins og bæði gelluklíma og gellurklíma. Já. Það finnst mér rosa mikið að sko sportið þyrfti að vera með meira af kvenfólki í þessu. Ég er svo núna þegar ég byrjaði, það voru ekkert marga stelpur í okkur síður, hún er ekkert stefnur. Tímanni, það er ekki 2 strákar og 7-10 stelpur. Já, það er alveg, já, það er búið aukast rosa mikið og einmitt eins og gellurglíma, það er náttúrulega búin rosa flotta markasetningu og hefur áhrif á svona sýnileikan og sem er alveg geggjað og svona það því fleiri stelpur eða konur sem koma í öll félögin að það náttúrulega koma fleiri keppinautir. Klálega, það vantar, maður sér á mótum og það er rosa mikið stelpum móti stelpum. Já, og eins með bara svo fáar í flokki Já. að það hefur kannski bara eina þess að glíma við eða það er enginn í þínu þyngdarflokki þannig að bara því fleiri stelpur sem koma í sporti því bara aðeinslega, já. Það er það. Orri, þú hefur þjálfað ekki? Jú. Hverja hefur þið þjálfað? Hverja? Já. Bara svona börn, svona 3-6 og 7-10. Já, og gerði það lengi? Ég gerði það held ég 1,5 ár. Og það er snæðis. 1,5 ár, Já. Langar að vera þjálfari eða þannig hvert stefnur eða í vitsölu? Aðalplanið er á Heimsmeistari. Já. Svo langar mér líka mjög mikið að vera góð svona fyrirmynd. Já. Svona af krökkum og ekki bara krökkum líka, bara fyrir fólki. Já. Þú og Úlfar mættu nú að auka Instagram eitthvað aðeins meira. Koma fleiri og Við erum svona langt svo langt til að þið eru alltaf það. Það vantar alveg meira Instagramið hjá ykkur til þess að koma fleiri krökkum inn í. Og sér eins og til dæmis með gellurtíma og Reykjavík að fara í skólana. Það eykur rosa mikið. Maður segir líka, eins og núna Hvítur og leik, það er rosa mikið ungum krökkum sem er að keppa. Já. Maður segir það rosa mikið. Hver eru þín helsta áhugamál, Orri? það er glíma. Borða? Já, ég stað mjög gaman. Já. Svo tölvíkis. Já, Ég er mikið tölvíkja. það er gott. Já. Skemmta þér. En hver er þín fyrirmynd, svona helsta fyrirmynd í vitsu á okkur? Erlendis fyrst og svo íslenskt. Sko, mér er stafn til Líón. Mér er það, hann er mjög mikið sem fyrirmynd mér. Það er sérsta ástæðum, sko, cool.
þegar ég horfa á hann glíma, ég svona, þú veist, veit hann er góður fyrir, ég er svona, ó, hvað þetta er flott, en hann er svo cool, hann er okkar að vera svona, það er svona, svo en það, ég var svona mikið að fylgja með eitthvað svona gali, ég held að ég sagði rétt, en út af því ég var svo tæknilegur svona, og ég fíla stílinn hans, svo ég tala hífa á X og hann, ég fylgta mjög mikið því, en svo hætti ég að glíma í D fyrir hann að Evrópusambandið. Já. Og þá byrjaði að fylgja með svona Nogi glímubjöllum og þá fann ég Dante Leon. Mér fannst það mjög töff. Já. Og svo hann á Íslandi er það bara Daði og Eiður. Bara legendi. Já. Eða þú veist, það er alltaf legends í mér fólki, ég er nú ekki búin lengi, en þetta er svona einu legendi sem ég þekki. Já. Pétur, Daði og Eiður. Já. Og svo er það líka, þú veist, Stefán. Svo Stefán Fáni er náttúrulega nýja legendið, en Já. hann er létt áfælega í þetta þrítur. Já. Og hann var líka í skóla, hann var svona að bæða glímun á skóla, sem ég er að gera. Svo, þú veist, morgunæðingar og hátíðsæðingar, svona milliskólans. Já. Og já, ég finnst það mjög flott. Það er bara mjög gott, sko. Og já, eru ykkur sem þú glímir ekki við? Ég? Já. Það glímir bara alla, ég hef alltaf ekki séð neitt og neitt að glíma hingað til. Nei, sko, ég glími við alla. Já. En ég lendi nánast aldrei í því að glíma við eitthvað sem bara, þú veist, er fantur. Nei. Þú veist, það helst þannig. Þú veist, ef ykkur er bara, já, nei, ég er bara, já, en samt, þú veist, ég glími bara eiginlega við alla. Já. Ég held að það sé enginn í okkur sem ég glími ekki við. Nei, við erum með fólki frá sko 50 kíló upp í 130 kíló, stóðin er. Já, ég hef alveg glítið þá sem hafa verið 130 kíló. Já, ákvæmlega. Og hvað er það sem heillaði mest við jiu-jitsuð? Æfingaskapurinn, æfingarnar, félagarnir, þjálfarnir? Sko, fyrst var náttúrulega bara með langa að læra og að skilja sportið. Já. Af því að hann var byrjaður. Svo horfði ég á samt, þú veist, það voru Ólöf og Kolka og Þórhanna og það voru svo fáar stelpur samt þegar ég byrja. Já. Svo náttúrulega fara þær vera óléttar og fara í fæðingarorlof. Allt og mikið af því. En mér fannst það mjög, sko, flottar. Ég, þegar ég var að horfa á hann á æfingu og þá, náttúrulega var ég að horfa á og ég er svolítið svona, ég fíla svolítið þegar stelpur eða konur eru svolítið svona töffarar, eða skilurðu. Mér finnst að ég sjálf hef alltaf heillast að íþróttum sem voru ekki kallaðar stelpu íþróttir þegar maður var krakki. Já. En og það var eiginlega svona það sem ég heillaði mest við. En mér fannst samt þetta svolítið skrítin íþrótt, það var allir sveiktir á gólfinu að rúlla. Og þannig að þetta var svona blanda, en bara eins og segja á fyrsta æfingunni, mér leið bara eins og ég var að dansa. Já. Og ég elska að dansa og þetta var bara minn dans, ég fann það bara strax. Það bara smeltir inn í Já. félagskap. Og þetta bara hreinsar á mér hausinn, það skiptir engu máli hvað er að gerast í lífinu. Ég mæti á æfingu og ég bara hress eftir æfingu. Mér finnst þetta bara, já, það er eiginlega svona kannski helsta. Maður finnur það með, þú veist, það er eitthvað stressað eitthvað í lífinu og maður fer að glíma þá farið. Það bara, já. Það er ekkert mál að vera með lífið þegar þú er búin að vera í jiu-jitsu svona lengi. Eða þú veist, lengi, ekki lengi. Þetta er svona sem fyrir til sálfræðing sem þarf ekki að tala. Ekki neitt. Það stæla bara að passa þér ekki. Tjók. Já. Nákvæmlega. Hvað sérðu þið eftir svona 5 ár? Í íþróttinni? Í íþróttinni. Ég vona að ég verið búin að ná þeirri ferni. Emil. Ok, ég er byrjandi námskeið að Emilunum. Nei, ég sé fyrir mér, ég vona að ég verði komin á þann stað í ferni að ég geti kennt meira. Þjálfarinn. Já, ég var alveg til í það og halda meira utan hvernig starfa á einhverju leyti. Jú. Og ég er náttúrulega alveg vön að kenna. Ég hef alveg kennt og mörg ár. Já, og varst ekki kennari? Ég var ekki kennari, en ég kennt alveg í vann í grunnskóla. Já. En þannig að mér finnst það mjög gaman og ég veit alveg ég er góð í því.
Þannig að mér langar að hæfnin og færnin í glímunni verður orðin þannig að ég geti sem sagt kenta. Það svona minn draumur og svo sjálfsögðu mitt besti. Já. Ég held að þú hafi reist með þurft af áhyggjur því að á nýtt besti einhvern tíma. Ef það eitt tíma. Já, þetta snýst allt það að vera bara að gefa sér nægur tími í þetta. Algjörlega. Það alltaf að spyrja bara herra besti, þú veist, hvað gerir maður til þess að fá annað besti? Það eru mætti nú óskat óvart. Já, nákvæmlega. Og það það. Það það nefnilega. Orri, finnst þér að mamma ég segi keppa og komin í þetta? Mér finnst það bara mjög skemmtilegt en í byrjun svona mánuð eitthvað frá byrjuð þá var ég svolítið pirraður því hún vorst að segja mér hvað ég var að gera vitlaust og þannig en núna það bara skemmtilegt. Það ekki? Jú, mér finnst mjög gaman að fylgja með að keppa og æfa og æfa ekki ekki saman, en það bara í alveg tíma eða það ekki. 45 mínútur. Já, mjög stutt. Það við tökum svona 2 tímur svona flókæfingarnar. Já. En já, mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Já, þeir vinnur jöfunar. Ekki hún. Ekki hún. Og ef þú fer að taka þegar lítur að koma í. Já, kannski. Þetta er svona hún var. Það hefur náttúrulega hefur þyngdina svolítið, sko. Já, það hefur stafni. Nei, just. En maður náttúrulega veit allt þegar maður búin að æfa mánuð. Það svolítið svolítið, ég fann þetta bara því ég var búin að æfa, ég bara ég get gert mikið, svo mætti bara á open mat og bara kunni ekki neitt. Nei. Og nákvæmlega. En það var myndi vilja fara að þjálfa og taka við kvennatíkunum. Ekkert endalega taka við þeim, það náttúrulega standið svo ógeðslega vel, en bara vera kannski meiri partur af kvennastarfinu einhvern veginn. Ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, ég sé það eitthvað fyrir mér, en ég myndi allan að vilja vera svona, já, svona eitthvað þáttakandi meira í kvennastarfinu. Já. Saman hvernig það myndi þróast eða vera, en já, ég myndi vilja líka skoða þjálfara. Já. Hlutverk. Það nú í þjálfunar stöðu á dagdeildinni ekki? Jú. Það allavega svo bíðendanámskeiðan og svona, það Kemur nýnd. já. En það að keppa eitthvað meira á þessu ári? Og þetta. Það ekki. Ég ætla reyndar að ná mér svona úr þessum meiðslum sem Það meiðslega það með númer? ég ætla að fór Njáli fyrir mánuði síðan. Alveg rétt. Já, og og svo náttúrulega hálfrótaðist ég síðustu helgi. Ég það víst að vera róleg núna. Kanntu það? Ég að læra það. Já, það Það er á mér. Ég hef ekki, það dreifast þér nýrnu þessu. Það er að horfa á. Ég með að velja við. Já. En svona höfuhögg, maður þarf víst að passa upp á þau. Það er betra vegna þess að þú varst ekki með okkur í smá tíma þá þú varst að glíma og keppa. Nei, og ég man ekkert eftir lögdeginum. Í alvöru. Nei. Og ég horfi á glímundar mínar, ég tengi ekkert við þar. Það varst búin að finna höfuhögg sem þú fegst. Já, ég man eftir högginu. Hvernig var það? Það var bara, sko, ég held og mér sýnist á glímunni að ég hafi fengið, bara hún hafi skallað mig. Já. Af því að ég var að taka hana næst neitt svona niður, hún ætlaði að koma alveg svona hratt upp á móti mér og bara skalla mig. Og ég man eftir högginu. Já, en svo bara, og verð ég bara að segja að við fara heila vodkaflösku bara þarna. Með stekkandi töluðu þá þú varst bara í ykkur algjöru rull. Ég man ekkert og var bara að spjalla við dómarann og þig, kalla mér í glímu og... Já, það er atvik sem ég þarf að finna og setja hérna á podcast þessi sníga bábu hversu bjekk þetta var. Þetta, ef ég segir ykkur leiðbeiningar þú veist bara, þetta kannski að vera grjótart. Já, það klikkaði, ég veit ekki. En ég ætla hann að klara þig 8 glímur. Já, veist það. Að mér minnir. Og hvað, þú í hvað sætilegtur? 3. seti. Í gínum? Í bæði. Í bæði? Nángjög í. Það er líkjast. Ég tel að ég myndi hugsa þessi ekki margir sem að fara erlendis að keppa og muni getur að fengja leiða geimur. Ég held að þjálfunin hjá Daða sé það góða. Við erum með Nei, og þú veist í alvörunni. Það eru bara, ég horfi á mig þarna glíma. Ég man ekkert, ég held ég hafi ekki einu svona viti að vera að keppa. Það var bara eitthvað svona autopilot.
En já, ég get held ég alveg staðfest að þjálfunarstaða að skila sér því að þetta liggur að nextur undir. Það gerir það. Þannig að þetta eiginlega, já, barulegt, gaman að segja hvernig. Þetta bara, maður þetta virka bara gamanli. Já. Það þú að keppa hvernig árið? Já, það planið. Ég að fór að keppa á öllum mótum bara. Já, Pítur og Leiknöðs, Íslandsmeistar. Það eitt ungun mót hérna í ATC. Nú, er það Ég man ekki. geta alveg mars kannski. Ég held það, eða dagsýttir en ég verið mjög duglega að halda ungverðum móti. Ég held að það komið 3 strax og smúðkamp. Ég held að það var helgina fyrir Hvítarleik. Já, góð ræðinleikamót fyrir Hvítarleik. Já, og svo var Hvítarleik. Já. Og svo var Reykjavík Ópera. Já, Ég held að það bara alltaf 3 helgina frelsir. Já, ég held hann líka. Og svo líka Íslandsmeistaramótið í maí. Já. Og það í Gí held ég. Var Það er nóg í. ekki nóg Ég bara, í Akureyri. jú, getur það. Og vonandi að sé Akureyri að ferða aftur. Ég man þegar voru síðast á Atlantic Open. Það sem vorum í útilegu. Þetta er svo mikið stemning. Ég sé alltaf samfélagi í Vitsú, allar eins og Abbi sé, hvað við erum duglega að fara saman. Þú veist, ég eignast fjölskyldu eftir þetta, þú veist, að vera með ykkur og vera með, þú veist, öllum, þetta er bara, þetta er stókast samverð. Það er það, algjörlega. Bara, þetta er ótrúlega dýrmætt. Það er ekki að hverjum degi sem að dettur inn í svona hóp, sko. Nei, alls ekki, það er mjög, mér finnst þetta allan mjög sjálfgeitt. En já, það er úrbarumótið með þetta. Ætlum við aftur til Rómar? Já, það er planning. Það ekki, það er komið núna hónulega. Ég kem með. Það ekki. Hvort ég keppi, það verður að koma í ljós. Samfélag, svo erum við bloppelt. Já, það verður bloppelti. Þú verður bara semja veið, bara herraðið vinn og daðið, ég ætla bara bloppelt, ég ætla að keppa. Mútuhepp. Ég veit að ég verður mikið duglega, jú. Það er ekki hægt út af þeim. En svo að þú segist að það var heimsmeistari, hvernig ætlar það að vera heimsmeistari? Þetta er svona 5 ár. Já. Já. Það er 5 ár að vera minnstulega Evropameistari. Já. Ég ætla að náði núna í ár. Já, það er planið. En svona, kannski svona 5 fólktur Evropameistari. Evropameistari, eitthvað það var. Gott plan. Já. Það er bara, sko, þegar fórum á Evropameistaramótið, þetta var svo mikið, þegar við sáum ekkert smá marga svona þekkta fræga, ég var alltaf bara, við þennan einstaklega á þennan, svo hittum við hérna Neanderfellsmanninn og þetta. Já, þetta var klípum með, sko. En já, mér langar, það getur mikið gæst 5 árum. Já, það getur það gæst. En svo hverju þess að Ólympíuleikunum, það er allt hver 5 ára, ekki? Já, 4 ár, Daði segir allt, nei, hann Eiður sagði daginn, spurði okkur, vitið okkur Ólympíuleikarnir eru 4 ára fresti. Þetta er tíminn sem getur bætti til þess að vera Ólympíumeistari. Já, ég er með að segja það okkur. Já, en ég myndi hugsa, þú veist, getur við gett þetta snýtri tíma? Meina því. En ég veit ekki, ég er hægt að keppa heimsmeistarmótinu. Sko, planið á mér er að fara heimsmeistarmót á næsta ári og samkvæmt IBJJ þá þarf ég ekki að vera með ranking til þess að keppa sem bloppett. Já, það er bara komið, þú veist. Já. Ef bara mútur við, það var ekki fjölblátt heldur. Ég veit það ekki. Nei. En ég held það. Já, ég held alveg að skoða blábettinu og það var ekki IBJJ rank. Já, en heldur þú eftir það bloppett eftir þetta ár? Ég? Já. Það er upp undirkomið hjá Daða, ekki mér. Það er það. Þetta er nefnilega. Og svo einmitt er svo að tala sko hvað Daði lengi að gefa beltum. Já. En ég hef búið að sína fram á það að standardun okkar er bara hærri. Já, mér allavega með við, sko, eins og þegar orði og fór að keppa á IBJJF. Já. Þá var ég að horfa á hvítubeltin og blábeltin. Þetta er náttúrulega bara besta hvítubeltin, besta blábeltin, þetta er best of the best og og ég sá bara, ég horfði á hvítubeltin keppa, bæði konur og kalla. Hvenær? Þegar þú varst að keppa á IBJJF í London. Já. Og og ég sá bara, þú veist, fullt af þessu hvítubeltum væru margir búin að fá kannski blábelti hjá, þú veist, heima. En og blábeltin, þú veist, þau var bara ógeðslega góð. Þetta bara, tæknin var rosalega mikil og þá fekk maður alveg svona bara, ok, já. Þú veist, ef maður alltaf hættum að keppa á IBJJF, þá vill maður bara geta keppt í sínum besta flokki, eða þú veist, þannig já, ég fekk svona pínu svona alltaf að tala þetta, þú veist, það var oft búið að vera í umræðinni, besta gráðun og allt þetta, hvernig þetta ætti að vera og hvernig ekki og eitthvað svona og þarna bara sá maður það, veist,
ef ég myndi ekkert tíma vilja keppa á IBTF þá vil ég vera tilbúin og passa inn í mitt getu. Ég hef það mikla ráðgjörn sem ég búið úr Erlendi sko, en þú veist, ég að keppa í mínum aldursflokki, í mínum þyngdarflokki, þannig ég bara ok, ég á góðan sens, þannig að eins og segir, þú standardinn Erlendi sér hærri, eins og Eiður segir að við fyrir að miða okkur við alþjóðlega keppnir til þess að geta orðið bestra, því Eiður vill að við verðum heimsmeistarar. Algjörlega, og það fullt af flottu og góðu glímufólki hérna heima sem maður getur keppt við, en þetta er alveg öðru vísi. Já. Maður finnir það og, Þetta. já, og líka á grappling-mótunum. Já. Og það sé svona meira kannski æfingamót. Já. En en maður finnur það samt. Þarna er fólk bara komið til að keppa, það þekkir mann ekki neitt og það er með drullu saman mann Skilur ekki múli. og það ætla bara að drepa mann. Já. Og Eða róta róta mann. En en það er það sem mér finnst líka svo geggja við það. Þú veist, ég fíla þetta þegar ég finna þér. Þú veist, það er ekkert eitthvað bara Það getur að klappa manni. Nei. Þú veist, ég fann að í grappling hittust þeir snúna og í fyrra, þeir voru í alveg að reyna að fokka mér. Já. Þess að ég byrjaði fyrst að gefa minn í gí, hann tók mig bara, hætti mér, ég var bara, ég hef ekki eftir svona. Nei, einmitt. Mér finnst það nefnilega svo geggjað og eins og þegar ég er að keppa í adult sem er 18+, Já. þá finn ég það bara, það er alltaf sko ekki að láta þessa gömlu kettlingu ná neinu og það er alltaf að éta mig. Já. Og ég fíla það. Já, þú keftir að dosta í London. Ég keypti Master 30+ í London síðast og ég keypti adult núna. Já. Og líka ég adult í Dublin fyrir ári síðan. En það er bara, ég er í svo leiðilegum þyngd, það eru bara svo fáar í Master í mínum þyngdarflokki með þess hvítbeltin. Já. Getur þetta meira þegar komin í hærri belti? Sko það er yfirleitt fleiri, af því þá eru svona, kannski búin að vera aðeins lengur. Já. Og já. Það er bara þyngdarflokkarnir fyrir konar, ég sá þeim í Írlandi núna, að þær konur sem voru að keppa sem í bláa, voru allar sko 60+, voru svona í þyngri kantinum. Og 60 kíló er náttúrulega alveg létt. Já, það er ég þetta sem medium heavy í kannum. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Þetta er fáránlegt, þetta er svo til dæmis hvað var það 70-80 kíló, það er heavy. Já, og þú veist, ég meina kona með smá mjaðmir og brjóst er náttúrulega ekkert oft undir 60 kíló. Þess vegna og ég oft erfitt með að fitt inn í einhverja hópa, sko, eða flokka. En en þetta er bara já. Já. En hvernig fannst þér að keppa hérna heima? Eða varstu búin að keppa hérna heima og varstu að keppa í London? Nei, ég keypti bara, Nema. já, Akureyri. Það var eftir móti í London. Já. Já, þannig að þú hefur bara keppt einu sinni hérna heima. Já. Það er 2 svo úti. Já. Það er vel gert. 3 svo úti. 3 svo, já, London, Írland, Írland. Já. Alveg rétt. Það er þú. Þú er búin að keppa svo mikið heima og þú er búin að keppa í London. Já, ég hef keppt 3 svar í Írlandi, 2 svar í London og 1 sinni í Ítalíu. Já, ég misti náttúrulega á fyrstu Írlandskeppninni. Þú vorum ekki byrjuð þá. Já. Já. Hvernig fannst þér að fá stóru, hvernig fannst ykkur að fá stóru liðakeppnum? Með það hérna. Mér finnst það ekki. Það er sem ég sagði, skemmtilegt. Mér fannst langskemmtilegast og ég get svarið að það kom tár hjá Eið þegar hann tók við henni, að því ég kom fyrsta daginn og sagði hann, heyrðu, það kom ykkur og sagði við verum yfir og það voru 200 stig yfir. Þá við fóru Eiður og spurði kona þegar síðast og þá mistaði henni bara 3-4 stig. Það er bara örfast. Já, það var líka síðasta, við vorum þriðasætin. Já. Já, svo bara síðasta glíman bara á mótinni. Þá komu enna liðið þeirra sem voru þriðasæti bara rétt fyrir honum. Fannst einhver ekki ástæðilegt í grappling núna að það voru 2 glímur eftir og þeir eru bara að reynsa helmingina vell. Jú, það gæti, sko, það er náttúrulega gæti trufla þá sem er að keppa. Það truflaði mig og ég var ekki eins og keppti, ég myndi aldrei vilja að dýnum þessu teknur og þú veist. Nei, það er svona, já, ég er alveg sammála því. En mér fannst þetta. Svo líka svolítið næst að hafa svona prósið af þeim dýnum, við stokkbútið ekki um þess. Nei, þeir voru mjög, það er svo, sko, mér fannst dómgæslan stundur svolítið kjánalega það og stundur svolítið góð. Þá í Írlandi, að því að sumir voru ekkert að fylgjast með, þú veist, með þessum litlu krökkunum, þeir voru svolítið lefa að ganga svolítið langt. Já, ok. Já.
Sumri töluðu að þau stoppu og snemma. í krökkunum. Já. Og mér fannst þau stoppa svolítið seint. Það er svo Ísarinn Helgur, hann var tekinn í tjók og hann var alveg farin að gráta þegar hann var stoppað. Þannig að ég man þetta lögðu fyrir fyrra hann að pakka saman fyrsta skiptið síðan að gráta. Þetta nefnilega, þú veist, þau eru bara komin að það til þess að vinna. Já. Og það alveg bara frá því að bara yngstu krökkunum og alveg upp í elstu fullorðnu. Þú veist, það allir mættir þarna til þess að vinna. Já. Sem alveg geggjað. Að það challenge og já, þetta svona, maður finnur það. Maður gerir það, þetta svona heima, við erum ekki mjög að tökina litlu krökkunum, þetta er þetta síðasta mótið. Já. Maður fann alltaf svona svo krakkinni síðast. Þú, búin 3 ár, hvað gamall? Þú 16. Þannig að þú 14 ára að keppa. Þannig að uppgjafatökin voru til þegar þú varst að byrja. Já. Já. Það vantar með þessu Laufey var alltaf, þú veist, í þigum. Svo þau fengu uppgjafatökin, þá krakkarnir voru bara grimmi, ég rétt að ná öllu. Já, mér finnst það geggjað að það séu og vonandi allavega fyrir mitt leyti að vona ég að þetta sé eitthvað sem að koma til þess að vera. Þau að æfa sig í uppgjafatökum á æfingum og ef þau ætla að keppa á einhverjum mótum þá þurfa þau að kunna að keppa með þessum uppgjafatökum, sko. Já. Þannig að mér finnst alveg geggjað að það sé allavega eins og Auður var með þetta núna að allavega á þessari dínu að má þetta, þú veist, og nokkastu allavega valið en þau eru náttúrulega að æfa glímuna og þetta náttúrulega það sem fylgir. Þetta það, sérstaklega þú veist þessum þjóri, þú ert náttúrulega alltaf verið í uppgjafatökum. Já. Og búin að slasa mikið. Já. Ég verð svolítið að segja, þið tvö búin að slasa ykkur rosalega mikið á æfingum og mótum. Þú í hendinni, þú í nénu, þannig að þeir búin að skipta svolítið á í æðslum. Já, þetta ekki að gefa. Nei, ég vil meina þetta sé að við erum bara sko að leggja ykkur við erum all in. Ég get svarið fyrir það, þið eru all in. Það þá slasum maður sig meira. Það skiptir ekki máli bara sem fótbolti eða glíma. Það ef þú ert all in og leggur þig allan fram að þá gera stundum óhepp. Já. Ég hef ekki letið að slasa mig en aðrir hafa slasað mig. Já, akkurat. En það bara, já, en þetta fylgir bara. En og ég held að maður sé ekki að slasa sig meira í þessu en annar íþrótt. Þetta bara annars konar meiðsli. Það svona útlíminni náttúrulega eru út allt. Þannig að það maður á við sem í fótbolta, hann alltaf slasaður. Það ekki smikið við. Nei, einmitt. Þannig að ég held að það fylgir bara. Og því svona aktívari sem maður þetta við misjöfn og slösum ykkur sem ekki en ég held að það fylgir bara. Því aktívari sem þú ert og því meira sem þú ert að prófa og þú lærir svo mikið með því að gera mistök. Og gera rangt og þá veistu að þetta var rangt að þú kannski fórnaði handlegg eða Ég bara búið að fórna aldrei geta. Já, þannig að ég held að það sé alveg líka svona þáttur í meiðslunum. Þetta. En nú ert þú að vera fullorðinn, nú ert þú komin í fullorðsflokki. Þú kepptir út í Róm, var það ekki að dölt eða var það? Það var ekki. En það var úrlega. Ég má ekki keppa í fullorðins svona stórmótum. Nei, ekki stórmótum. Og einu grafling þá tóku þið fullorðins og heita í. Já, ég voru úr við fullorðins og ólinga. Já, þannig getur í fullorðinsflokkum. Mikið ekki nóg vel. Nei. Ég var í 7. sæti í Bergi af 13 manns. Það satt gott sko með það var úrlegur. Það ágætt. Ég vann 2 klefur. Í Nokia ekki. Samtals, já, ok. Aðstæðan 4 en 2 voru walkover. Já. Það gerist. Já. Ég myndi frekar tapa alltaf með það. Það mikið betra, þetta svona segja svo ég mjög stoltur af hýrúknum mínum sem ég fekk til skólafett byrja, en þú veist ég fekk takkið. En ég þurfti að biðja afsökunar, góð biðja þetta afsökunar. En hvort þessi betra en ekki en ekki? Mér sko, ég mikið svona skopp á milli sko. Mér fannst alltaf betra en ekki. Ég var mikið betra en ekki. Ég hef alltaf verið betra en ekki. Svo bara tímabilið sem það skemmtilegur ekki. Ég var svolítið ekki betra en ekki. Svo eftir Evrópumeistaramótið þá ég búinn að vera mikið í ekki. Nei, nógífinu ekki. Já.
og já. Ég var enda mikið gíþrannast Litlstrókanus eða Elmar og Daði Já, keppa og við varum svona fyrir maður klálega. en já, mér finnst mikið betur en Nóki. Mér gekk ekki betur en Nóki líka á mótinu. Já, og líka passa mér á stílum. Það er Nóki. Já. Þetta er bóluna. Sko, ég er sorry, ég er okkur svolítið á milli. Mér finnst gíi meika miklu meira sens í sko maður væri að berjast í alvörunni. Lendi yfir niður í konkastaröði. Já, þegar ég lappa þar og í slag að að þá finnst mér meika sens að þú veist, hafa þessi greif og svona. En ég gleymi mér meira í Nókíunni, mér finnst ég vera meira svona að dansa og mér finnst það svona, ég er ekkert að hugsa mikið nema þegar ég lendi í einhverju stöðu að ég þarf eitthvað aðeins að pæla í því en annars finnst mér bara að vera eitthvað svona að dansa, flæða eða en já, hann að mér finnst bæði geggjað en mér finnst það mjög ólíkt þetta er svona Þeir góð útskýring á þessu. Það var eitt sem sagði sko Nóki er gott fyrir sumrið þegar lendir í slagsmálum og gíi er gott bara fyrir þegar hann lendir í slagsmál. Já, við bóði úlpuna og Já, það var nokkið. Veitir þú alltaf að þetta myndi hjálpa þér og myndi lendi í hverju vesinni? algjörlega og helst sko ef eitthvað 100 kílóa sterkur kallmaður myndi ráðast á mig, ég er ekkert endilega viss að ég gæti bara jiu-jitsu an en þetta er samt eins og ég talaði áðan sjálfsöryggið, þú veist, ég er ekki hrædd að lendi í einhverjum ákveðnum tökum, þú veist bara allir þessir rammar sem maður þekkir hálstök maður yrði ekki, maður myndi held að maður myndi ekki panika eins mikið og maður væri þá líka bara svona það yrði aðeins rólegri, maður myndi vera svona meira meðvitaður hvernig maður kannski mögulega gæti komið sér í burtu og losna frá þannig að ég er ekkert viss að ég myndi fara að reyna að tjóka hvernig arbar einhvern niður í bæinn en já, ég held að bara hjálpi manni að vera bara svolítið öruggur með I got this, ég veit hvað er að gerast Og það er svo slæmum aðstæðum í keppnibúður. núna að vera í alls konar aðstæðum og líka undir þú veist, vinum og þessum og pressa mér onni í dýnuna þannig að ég held að maður væri þá svona rólegri og sem myndi hjálpa manni kannski að koma sér í burtu Klárlega. þannig að ég held að það hjálpi bara rosalega mikið. Já. Orri, hvað er upp á smúið þitt? Hvað meir? Sko það var dans. Já. Fannst það mjög gaman. Síðan að þú dansaði með hana fyrir 2 árum. Já. Svo var gert mjög illa. Ég gat ekki hort neins staðar, ég gat ekki snúða hálsinn í vinum í svona En það var meira kræftkendur en dansi, ég kunni ekkert að dansa heldur þannig að eftir það, þá allir að ég er búinn að reyna að dansa þig síðan þá. gengur í. Nei. Ég er ekki með háls, hún átt á hálsum. Já. Ég held ég hef dansað því að þú er frösloka mig. Ég er búinn að reyna, ég er búinn að reynsloka mörgur svona, það er einu sinni tekist. Já. Ég reyni hvert skipti. Já. Núna ég sökk í dans. Ég hef búinn að vera, ég var eins og góður í en núna ég er búinn að gera það lengi. Sætt. Mér finnst mjög gaman standandi. Mér finnst mjög gaman að high coach synguleik. Það er mjög gaman. Svona með collar tie og fara undir hendina á high coach. Já, ég hef lekt í því og fengið olbúi átlitið. Nei, það er svitt átt. Það setja á síðan. Já, mér er hótt að gæst þér í maður. Já, mér svitt átt er mjög skemmtilegt líka. Ég hef gjörð því. Ég er saman við, þú er mjög góður því. Já. Já, mér finnst bara allt svona sem ég þarf að fara svo baki fólk þegar ég allt sem ég svona, þegar ég byrja fyrir framan ég enda með baki fólk, mér finnst það mjög gaman. Ok. Þegar ég er á fótunum. Já. Ekki svona svæðstunum, mér finnst það leðat. Ég sé vel leðat á rassunum og glími. Sumir myndu segja að vera á rassunum og glíma er ekki gott en þú veist, hei, við erum skekk gaman að búið þetta. Já, þú líka ekki. Pálina, hvað er þitt tilbúið gúf? Mér finnst ótrúlega gaman að alls konar fótalasum. Ég fengi að kynast þig og ég heldur svo streit akkulakum fleiri, eða oftar en veldur allir.
mér finnst ég samt ekkert frábæriði en mér finnst það gaman að ég ætla að verða frábæriði. Já. Þannig að það eru fætur alltaf alls þar. Það er svo svolítið. Ég kosta hér mest að múið ég sökka í vörnum. Þannig ég búið að það. Já. Þannig að það er, já, ég held að það sé svona sem er skemmtist að því ég elska að ég reyndar að reyna alltaf takedowns. Já. Já. Já, ég reynið það en Hvað er stæla hausun á því? ekki Lára reyndar því að Já, hann hræddi mig. ég hræddi hann. Ég er að vinna í meira en að komast til að slasast. Nei, Nei en já, ég þarf að aðeins að bæta mig í takedowns og mér finnst gaman að aðeins æfa mig í því en svo þegar ég er komin, mér finnst ótrúlega gaman að spila gard. Já. Ég bara elska að spila gard og þar eru fæturnir, Þeir koma. þeir koma hana. Þannig að já, mér finnst það eiginlega skemmtilegast. Já. iPad-imur eru mjög skemmtileg. En ef við ekki taka það ferð til Akureyrar? Jú. Mér finnst það mest. Mm. Fast. Við erum ekki mikið að keppa okkur. Já, en þú kepptir ekki síðast þannig? Nei, Nei. því mamma sagði að það væri bara fyrir 18 eldri. Og svo fekk einhver krakki að keppa því. Já, Jón Frank. Já, Jón var, ég keppti það. Hann tók mig í drængul eftir ég hafði búin að taka 3 glímur. Það komst ég að því að Eiður sagði okkur hvílur á milli og það væri mingt sannleikur úr því. Ég gleyndi þér aðeins, það var svo skemmtileg. Ég er enda ekki að Jón Frank gama. Það er sann að Jón Frank. Átján. Átján? Hann er 18 ára. Sáka smúðkappir hann 18 ára. Já, ok, ég ætti að vera einu ára eldri að Jón Frank. Já, kannski. Hann er veldri. Já, hann er 18. Það er sáka smúðkapp, hann er búin að skara á svo hvítur á leik. Ok. Þess að það er ekki alveg hvað þingdalöð, ég geti mætt honum. Já, ég hef ekki það. Já. Hvað er svona svo helstið sem langar að sigra fyrir utan hvað sagði það? Andrés? Ég veit það ekki. Bara, þú veist, Jón Frank er búin að sýna mikið svona það er mjög svona interesting gaur. Jón Frank er mjög skemmtileg. Það er gaman að horfa á. Geðum, eins og hann og Steppi fannar á Atlantik, þetta var mesta sýning sem ég seti á hann Halldóri, Já. hann að tjóka hann. Ég sagði mér bara, hann er mjög cool gauður við fílakunnar í mér, hann er svona mjög athletic. Hann er það. Hoppar bara yfirkokt. Já, Páluna finnur það að við erum það sem við erum í eldri kantinum, svo að þeir eru að geima heima, þú veist, þetta er 17-25, þetta er rosa mikið, þess að ég þarf bara að grípa það. Og þú, út þetta að keppa meira heima, þannig að við hvað voru gamla sem kepptu á Akureyri? Og við hverju kepptur þau? Ég man ekkert hvað voru gamlar. Nei. En þetta var mínus 70 kíló og öll besti. Já, Já, alveg rétt. já. Og ég er náttúrulega bara 54 kíló, þannig að það er, eins og segi, ég er náttúrulega, ég finn alveg þegar ég er að keppa, finn ég fyrir hverja minnstu 5 kílóum. Já, maður gerir það. Og ég finn minna fyrir því á æfingum, en ég bara, þegar ég keppti í Dublin fyrir ári síðan, þá var ég hekkuð upp 3 þyngdarflokka. Er það þegar voru ekki í þér þyngdarflokki? Já, voru sem fáar og bara ein í einhverjum þyngdarflokka á milli og eitthvað svona, við þurftum að samþykja það. Já. Og og ég eitthvað að tala við Eið og Eið sagði bara við mig, Pálína, viltu vinna eða viltu fleiri glímur? Já. Það var bara annað hvort. Og þú höfði aldrei fleiri glímur? Og ég valdi fleiri glímur. Og en ég fann það samt að þetta er eitthvað sem ég geri ekki eftir. Ekki svona mörgum kannski eftir lagi þyngdarflokkur og orðið eitthvað, en þetta voru svolítið margir. Hvað er þetta mikið? Þú fórst þú 3 þyngdarflokkur? Þá var ég 53 kíló. Já. Og ég var komin upp í mínus 67, ég man það ekki alveg. Þannig að þetta var alveg svolítið mikið þyngdarmunur. En já, þannig ég vissi pínu þegar við fórum á Akureyri, mínus 70, það er náttúrulega voru samt mismunandi bara. Og og já, ég man samt ekkert hvað er besti eða þetta var Nóki og ég bara mætti þarna 10 mínútur fyrir fyrstu glímuna mína og já, en ég tók 3. sæti. Já, það er ekki sko. Ég var nefnilega þegar koma Atlantik og svo að spyrja hvað er viktin? Já, við treystum bara þér, ég hef bara tóka fyrir kíló til þess að
keppa og Stefán fann að kom bara étandi sko, ég hvort á með kanilsnu þá bara étandi eitthvað salgið, ég bara, gaur, þú veit, hetjan mín og líka ég fann það, þú veist, allir þessu ungu strákar, þeir voru, ég heldur hafa nú verið tölvöld léttara því maður hendla flesta, þannig að þú veist, þyngdir skiptir rosa miklu máli, eins og maður að keppa erlendis, eins og grappling og IBJJF, þá ert að keppa í þínum aldursflokki og þínu þyngdarflokki, þannig að maður er að finna mikið mun, eins og segja, 2-3 með 5 kíló. Já, maður gerir það. Ég reyndar, þú veist, eins og segi, ég er samt sjaldan næja, þú veist, við náttúrulega getum keppt í seniors. Já, ég er í seniors. Já, Já, en en það er aldrei neinn kona þar. nei, Og þannig að, og það er mjög sjaldan, ég segi, það er einu sinni að þeim skipti sem ég kepp verið konur í mínu þyngdarflokki í master, Já. 30 plus. Þannig að ég er oftast í adult og maður finnur alveg munin, sko. já, Það eru gráðugar í sigur. gráðar og gráðar. Já, já. Alveg bara. Þannig að en mér finnst sko, ég veit ekki það, mér finnst það skemmtilegt. Ég fíla það. Og ég vil frekar bara tapa þá. Já, Heldur en að þú veist, fá ekki þessa orku og já, myndirðu vilja sjá masters flokka hérna í Íslandi í kvennaflokkunum? sko, það væri náttúrulega geggjað ef það væri hægt, en við erum bara, Það er ekki nú mikið að nei, þannig að, þú veist, bara núna þá er maður bara að reyna að fá einhverjar í alla flokka, sko. Já, maður er að segja það ekki á íslenskum mótunum, það er lítið að stelpum. Já, Og næsta stelpum sem keppa heim í ungar. það er það nefnilega og það einhvern veginn líka virðist vera bara svona upp úr fermingu eða svona 12, 13, 4 ára hjá stelpunum að þá bara detta þær úr. Já. Þú veist, að það er kannski halda áfram að æfa Já. en það eru hættar að keppa eða keppa ekki og hver ástæðan er, þú veist, veit maður kannski ekki alveg en þannig að og svo ef það er einhverjar eina eða tvær sem halda áfram að keppa eins og til dæmis hún Ólafía í Mjölni Já. og Jóhanna líka Já, og hún er í Mjölni. ég held að sem mjölni líka, Já. hún stóð sér alveg fárulega vel síðan. Já, en úst, það eru svo fáar stelpur að þannig að þú veist, það eru annarkvist alltaf að keppa sína milli eða fá leyfi til þess að keppa við strákana þannig að Jóhanna stóð sér geggjað hún var geggjuð síðast og þannig að þú veist, ég held að sé bara fyrst að reyna að fá stelpur til þess að koma og taka þátt og fá það til þess að keppa Já. og þá getur maður kannski fara að skoða Master, já, við getum ekki skipt mér í núna. Eins og mér, ég langar að vera í masters þessu flokkum, að það er bara, strákarnir eru bara 18-30. já, Það er ekki með sem er að keppa þar. einmitt og þetta svona, já Skemmtilegt. Og þetta er ekki ekki að, það er búið gaman að fá okkur, gaman að hitta okkur á það einhverjum. bara gaman að fá að koma Já, takk fyrir að það er mjög gott. Svo þú hættir þessu núna svo þú getur fara að borða. Þannig ég þakka kærlega fyrir mig bara takk sem er leiður og þakka stelpunum í True Crime fyrir að lána okkur stúdíu. Þetta er mikið svirði. Bara takk fyrir mig. það er ekki takk sem leiðis